Komið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætla ég að fjalla um ályktunartölfræði í tölfræðifræðigrunni og ég ætla að fjalla um öryggisspil. Oftar en ekki í tölfræði erum við að reyna að meta gildi einhverra tiltekinna stika. Við erum með einhverja breytu og viljum átta okkur á mat á einhverju stika sem lýsir þessari breytu. Breytan gæti til dæmis verið eins og þið sáuð í fyrri myndböndum skíðaeign Íslendinga. Við erum að reyna að fá mat á því hvert er raunverulegt hlutfall Íslendinga sem á skíði. Við erum búin að sjá það að þegar við framkvæmum tilraunina og fáum einhverja útkomu, að þá er þessi útkofa sem við fáum útkoma hjá einhverri slembistærð. Það er að segja, ef við myndum endurtaka tilraunina og safna gögnum á nýjan leik, þá myndum við sennilegast ekki fá nákvæmlega sömu niðurstöðu. Það er alltaf smá breytileiki í þessu mati sem við reiknum frá tilraun til tilraunar. Til þess að varpa ljósi á þessa óvissu og þennan breytileika, þá í stað þess að birta bara það mat sem við fengum, til dæmis ef við höfum fengið eitthvað mat að hlutfall Íslendinga sem ætti skíði væri nákvæmlega 0,35 eða 35%. Í stað þess að gefa bara upp þetta eina mat, þá gefum við frekar upp eitthvað bil sem inniheldur öll sennileg gildi á stikanum sem við erum að reikna. Og þess konar bil, það er það sem er kallað öryggisbil. Og öryggisbil er einfaldlega talnabil sem inniheldur og takið eftir orðalaginu sanna gildi tiltekið stika með örygginu 1 - alfa. Og þið hafið oftast heyrt til dæmis 95% öryggisbil og það verður þá talnabil sem inniheldur sanna gildi einhvers tiltekið stika með örygginu 95%. Þetta sanna gildi, það er það sem er líka oft kallað væntigildi þýðisins. Ef ég er að tala hlutfall Íslendinga sem að eiga skíði, þá er þetta hið sanna hlutfall. Ef ég gæti spurt hvern einn og einasti Íslending og mælt nákvæmlega hvert hlutfalli væri, þá er það svo tala. Öryggi, þetta sem að öryggisbil vísa til, það er það hlutfall tilvika, þar sem að öryggisbil sem við reiknum, og öryggisbil er eitthvað talnabil sem við reiknum með einhverja aðferð. Það er það hlutfall tilvika þar sem að öryggisbilið sem við reiknum inniheldur raunverulegt gildi tiltekið stika eða tilraunir endurtekið mjög oft. Ef við erum til dæmis með 95% öryggi og við erum að reyna að meta hlutfall Íslendinga sem eiga skíði. Það er eins og svo að 100 nemendur myndu hver og einn framkvæma sína tilraun sem að safna sínu úrtaki, reikna sitt öryggisbil sem að þið telja að innihaldi sanna gildi þess hlutfalls Íslendinga sem eiga skíði. Þá er öryggið, það er þá hlutfall þeirra nemenda sem að reiknabil sem að raunverulega inniheldur réttagildi stikans. Öryggismörk eru nátengd öryggisbilum og þeir eru þá endapunktar þessa öryggisbil sem við reiknum. Efra öryggismarkið er stærsta gildi sem er tekið á bilinu og neðra öryggismarkið er minnsta gildi sem er tekið á bilinu. Villulíkur eru eiginlega andstæðan við öryggið. Þær eru yfirleitt kallar type 1 error og táknar alfa. Þær eru það hlutfall tilvika þar sem að öryggisbil sem við reiknum inniheldur ekki raunverulega gildið á stikanum sem við erum að meta. Ef tilraunum endurtekið mjög oft. Þannig að við erum aftur með aðra grófa nemanda, hver og einn þeirra framkvæmir tilraun þar sem að reiknar 95% öryggisbil. Þá myndu 5% þessara nemanda reikna öryggisbil þar sem að sanna gildið á metlinu sem við erum að meta er ekki innifalið á bilinu. Og hér er dæmi.
Hugsum okkur að við séum aftur með 20 nemendur. Ég ákvað að hafa þá 20 vegna þess að ég kom ekki fyrir einhverjum aragrúa nemenda til þessu grafi ef þetta verður skýrt. Ég er með 20 nemendur í tölfræðinámskeiði sem ætla að kanna skíðaeign Íslendinga og hver og einn nemandi kannar hjá 30 handahófsvaldum einstaklingum hvort þeir eigi skíða eða ekki og nemandinn reiknar 95% öryggisspil fyrir niðurstöðurnar. Og þau munu sjá hvernig við reiknum öryggisspil fyrir ólík tilvik í næstu köflum í tölfræði frá grunni. Fyrsti nemandinn reiknar þetta hlutfall og gefur upp þetta öryggisspil. Næsti reiknar aðeins minna hlutfall. Þriðji reiknar töluvert hærra. Fjórði aftur minna og svo framvegis. Og til gamans þá teiknaði ég hérna inn með punktalínu raunverulega hlutfalli. Ef ég geri ráð fyrir að raunverulega hlutfalli væri 37%, þá væru allt þetta sennilega niðurstöður úr einhverjum tilraunum. Þar sem að nemendurnir eru að reikna 95% öryggisspil, þá gerum við ráð fyrir að í 5% tilvika að 5% þessara nemenda reikni, ef tilraunin væri sagt, meðaltal er það þannig að ef ég væri með aragrúa nemenda, þá myndi 5% þeirra reikna öryggisspil sem inniheldur ekki sanna gildið á stikunum. Hér er búin að teikna þau upp. Hér eru öll öryggisspilin sem voru reiknuð. Ein útkoman og eitt öryggisspilið sem var reiknað fellur fyrir neðan. Það var gefið upp öryggisspil sem náði nánast frá 0 upp á tæplega 0,37. Þetta öryggisspil inniheldur ekki sanna gildið á stikunum en öll hin öryggisspilin gera það. Nemendurnir hafa enga leið til þess að vita hvort þeir hafi reiknað öryggisspil sem að innihélt rétta gildi á stikanum eða ekki. Þetta er bara óvissa því sem við þurfum að lifa með í tölfræði. Ef við sættum okkur við villulíkur, munið hérna, villulíkur upp á 5% sem er yfirleitt hefðin, þá munum við draga rangar ályktanir í 5% tilvika. Við förum aðeins betur í þetta í næsta kafla sem fjallar tilgátur.